Góðan dag og verið hjartanlega velkomin í fyrirlestrarsal Þjóðminjasafns Íslands. Ég heiti Anna-Leif og ég ætla að kynna hana Andreu hérna inn. Andrea Þormar ætlar að fjalla hér í dag söfn og umhverfismál og umbreytingar á mannöld og útskýrir þetta hugtak mannöld kannski aðeins betur fyrir okkur á eftir. En Andrea útskrifaðist með master í safnafræði á síðasta ári og við gerum ráð fyrir í spurningum í lokin. Gjörðu svo vel, Andrea. Takk fyrir, Anna-Leif. Já, góðan daginn, gaman að sjá ykkur. Og ég ætla að fjalla hérna söfn og umhverfismál, umbreyting á mannöld. Já, val á lokaverkefni mínu til meistaragráðu í safnafræðum kemur vegna brennandi áhuga á umhverfismálum og það sérstaklega sem snýr að náttúruvernd á Íslandi. Á ferðum mínum landi, stundum sem leiðsögumaður með erlenda ferðamenn, þá hef ég tekið eftir örum breytingum á umhverfinu og áhrifum vegna loftslagsbreytinga og vegna mannlegra athafna. Að skrifa lokaritgerð í meistaranámi dálítið eins og að fara í ferðalag og fara á drepa niður fæti og fara á staldra við. Ég leitaði meðal annars í smiðju Páls Skúlasonar heitins, prófessors í heimspeki og fyrrverandi háskólarektors. En hann var einlægur talsmaður náttúrunnar úr fræðasamfélagi háskólans og ég leitaði einnig í smiðju Guðmundar Páls Ólafssonar heitins sem var í senn náttúrufræðingur og kvikmyndagerðarmaður. En þessi tveir menn, hvor á sinn hátt, eiga það sameiginlegt að hafa látið eftir sig ógrynni upplýsinga í formi bóka, kvikmynda og ritrýndra háskólagreina sem eru eins og vegvísir til framtíðar og skilaboðum það hversu mikilvægt það hlutverk sem okkur hefur falið og það að varðveita landið fyrir komandi kynslóðir. En upphafið, svo fyrir aðeins í jarðsögutímabilið, en tíminn frá lokum síðustu ísaldar til dagsins í dag hefur verið nefnt Hólósen tímabilið og það hófst fyrir 11.700 árum og þetta skilgreint sem upphaf siðmenningar. En í dag þá hafa vísindamenn þeirra kveðið á nýtt jarðsögulegt tímabil í þróunarsögunni sem sé hafið og það hefur verið nefnt mannöld og það bara dregið af enska orðinu anthropos sem þýðir maður og það þýðir einfaldlega það að maðurinn með sínum lífsháttum og sérstaklega brennslu jarðefnaeldsneytis orðinn orsakavaldur þeirra breytinga sem við sjáum á veðurkerfum jarðarinnar. Þetta það tímabil sem kallaði mannöld og afleiðingarnar má greina í hlýnun jarðar, súrnunar sjávar, sjötta útrýmingaskeið, dýrategundir hafið og svo mætti lengi telja. Og nú blasir við, það bara komið að skuldadögunum, því þú staðreynd blasir við að þessar framfarir hafa verið dýrverði keyptar og brennsla jarðefnaeldsneytis hefur haft það í för með sér að styrkur koltvísýrings í andrúmsloftinu hefur ekki verið hærri í 650.000 ár og við erum bara að tala breytingar sem að gerst á nokkrum áratugum. Þannig að það loftslagsbreytingar sem nú verða mannavöldum, það geta leitt af sér meiri og hraðari breytingar á lífríki jarðar en orðið hafa á síðustu 20 milljón árum. Samkvæmt nýrri skýrslu Sameinuðu þjóðanna loftslagsvána sem var kynnt á síðasta ári. Og á þessari skýrslu kemur fram að bráðnun jökla á heimsvísu og þar á meðal ísbreiðuna á Suðurskautinu og Grænlandi síðustu 30 ár, það samsvarar því að bara á heimsvísu að einn Hofsjökull og einn Langjökull hverfi á hverju ári. Og loftslagsbreytingar nú kallaðar loftslagshamfarir og það hafa verið gerðar kröfur upp hér á landi að ríkisstjórnin lýsi yfir neyðarástandi í loftslagsmálum. En eins og ég spyr hér, hvað geta söfn gert til að upplýsa almenning við loftslagsbreytingar á mannaveldum og kalla fram almenna vitundavakningu í umhverfismálum. Og í mínum huga þá bara eitt stutt svar
og það það besta sem við getum gert. Það hreinlega að Náttúruminjasafn Íslands það fá sína höfuðstöðvar sem allra fyrst. En safni hefur verið án, og þetta eitt af 3 höfuðsöfnum þjóðarinnar. En hlutverk Náttúruminjasafns Íslands það að varpa ljósi á náttúru Íslands, náttúrusögu landsins, nýtingu náttúruauðlinda og náttúruvernd. Og auk þess að varpa ljósi á samspil manns og náttúru og náttúrunnar í alþjóðlegu samhengi. En þegar að hugmyndir komu upp Íslands náttúruminjasafn í Kaupmannahöfn 1887, þá voru landsmenn tæplega 73.000 og stór hluti þjóðarinnar bjó enn í torfkofum. Og 24 ára liðu þar til Háskóli Íslands byggðist, vélvæðing bátaflotans var ekki hafin, þjóðin var fátæk og nútíminn hafði ekki hafið innreið sína. Þrátt fyrir það var mikil gerni í sjálfstæðisvitund þjóðarinnar í lok 19. aldar og ríkur vilji að gera menningu þjóðarinnar verðskuldu skil í sjálfstæðisbaráttunni. Og Þjóðminjasafnið það var stofnað 1863 með stofnun forngripasafnsins og Listasafn Íslands var stofnað 1884 í Kaupmannahöfn. Og árin eftir að Ísland var fullvalda ríki á 1918, þá voru hugmyndir að byggja háborg á Skólavörðuholti sem stæði jafnfætis menningaborgum Evrópu. Og tillögurnar komu frá Guðjóni Samúelssyni að háborg sem réttir torg efst á Skólavörðuholti. Og þarna safn Einars Jónssonar sem átti að verða hluti af háborginni. Og þarna átti að standa opinberar byggingar eins og háskóli, stúdendagarður, barnaskóli og safnahús sem skyldi hýsa söfnin, fornminjasafnið, náttúrugripasafn og málverkasafn landsins og einnig samkomuhús. Og fyrirmyndina sótti Guðjón Samúelsson til Evrópu og hugmyndi var að flytja glæsileika arkitektúr til að endurskapa þau hughrif sem menn fundu fyrir í erlendum borgum og líta má hugmyndir Guðjón sem tilraun til að færa Reykjavík menningilega nær þeim Evrópuþjóðum sem við bárum okkur saman við. Og það óhætt að segja að það hafi verið mikill áhugi því hvernig Reykjavík ætti að þróast og alltaf var Náttúruminjasafnið órjúfanlegur hluti á borginni. Já, en safnið hefur enn þann þangað til í dag en þurft að bíða eftir að fá sína höfuðstöðvar, fá varanlegt þak yfir höfuðið og var það á sífellu flakki næstu áratugina og það bara allt og langt mál að rekja það hér. En ef við hugsaum söfn og þá mikilvægt að safna í samfélaginu, það nú ekki síst vegna þess að þau minna okkur á hver við erum og hvað greinir okkur frá öðrum samfélögum. Og menningararfur fólks að finna á söfnum og þess vegna eru söfn mikilvægt að varpa ljósi á sjálfsmynd einstaklinga og þjóðar og verið nokkurs konar sameiningatákn. Og mikilvægt safna ekki síst vegna þess að minna okkur hver við erum, hvað greinir okkur frá öðrum samfélögum. Menningararfur fólks að finna á söfnum og þess vegna hafa þau verið mikilvæg og verið nokkurs konar sameiningatákn. En þetta hlutverk að kannski að breytast því nú fólk að erlendum uppruna, það hefur flutt á milli landa og mynda ný samfélög þar sem áður ríkti einsleitni. Og það hefur í för með sér að þjóðarsafn ekki lengur safn allra þjóðfélagsþegna og hefur hugtakið sjálfsmynd þjóðar ekki lengur merkingu áður. Og færa má rök fyrir því að hér á Íslandi að þá sé það náttúra Íslands sem gegnir líki hlutverki sem sameiningatákn þeirra sem hér búa. Því að þetta fjöldi útlendingar sem koma hingað og setja stað, þeir gera það meira að minna á forsendum náttúrunnar og geta samsara sig sem að búa hérna vegna náttúrunnar. En hvernig mótast afstaða til náttúrunnar? Og hvað snúast umhverfismál? Og umhverfismál þau snúast gildismat og til að taka afstöðu með náttúrunni þá þarf að læra á náttúruna og sjálfbærni snýst að viðhalda hringrás lífsins. Ef náttúrunni verður spillt verður forsendubrestur fyrir öllu lífi á jörðinni. Og gildismat kemur ekki með móðurmjólkinni og fleira þarf til að innleiða ákveðna undirstöðu þekkingu umhverfismál á mótunar árum einstaklinga. Fyrst og fremst eru foreldrar ábyrgir fyrir því gildismati sem einstakling fer með sem veganest út í lífið, síðan taka við menntastofnanir og þá eru söfn ekki undanskilin.
Og við þurfum að sjá einstaklinga fara út í lífið með lágmarksþekkingu á sjálfbærni, vekja upp hughrif gagnvart náttúru Íslands. Og við þurfum að innleiða ákveðna leið til þess að skilja sambúð manns og náttúrunar. Það verður að komast í jafnvægi. Og þá ef við hugsum menntun, og ég fer nú hvert byrkt upp í háskólan, að umhverfissiðfræði sem þar kennt, hún leggur áherslu á samspil náttúru og menningar og eykur skilning á hvern staða manns í náttúrun og grefur undan þeirri tvíhyggju sem hefur verið ríkjandi í vestrænu samfélögum. Það maður gegn náttúru, skynsemi gegn rómatík, borgin gegn landsbyggðinni, framfarir gegn stöðnun og síðan þessi bara sér íslenska mantra að við endum öll í torfkóðunum ef við virkjum ekki meira eða látum náttúruna njóta vafans. Og mér finnst þetta frekar illa talað torfhús sem eru á lista yfir menningararfleifð heimsins. En þannig umræðan oft á Íslandi. Og þessar deilur tvíhyggju, þetta kemur upp í hvert skipti sem að virkjanaframkvæmdir og hálendisþjóðgarður tekið til umræðu, svo dæmi séu tekin. En í akademínu þá má segja að þessi áhuga náttúrunni og umhverfinu sem akademísku viðfangsefni ætti að gefa tilefni til bjartsýni afdrif náttúrunnar. Ef ekki væri fyrir það sök að aldrei hefur verið gengið harðar fram á henni, hvort sem það hér á Íslandi eða heiminum almennt, en einmitt á undanförnum árum. Og hér hún, Sigríður í Brattholti, og hún þekktasti umhverfisverndarsinni Íslands. Hún barðist gegn virkjanaframkvæmdum í Gullfoss nánast ein og óstudd á forsendum náttúrunnar og fegurðarinnar. Og hún hafnaði rökum framfarir og fjármálastöðugleika. Í hennar baráttu kristaðist sú tvíhyggja, rökfræði og kvenlegt innsæi sem enn notuð í dag í sambærilegum deilum virkjanaframkvæmdir. Og nú ætla ég að vitna í kanadíska prófessorinn í safnafræðum Robert James sem hefur mikið skrifað umhverfismál og beitt sér í því gegnum sín fræði. Og hann segir að söfn verandi miðstöð þekkingar þá verða þau að taka afgerandi stöðu með náttúrunni og að ósnert land ekki hráefni sem bíða eftir að vera numið af manninum. Og Robert James segir að söfn séu einstöku trúnaðarsambandi við ófædda kynslóðir sem munu landið erfa. Að ekkert sé óviðkomandi þegar kemur að gæta hagsmuni þeirra og þá sérstaklega því sem snýst að umhverfismálum og auðlundum sem eiga að vera í almannaeign. Og Sigríður, hún var fátæk allt sitt líf en hún sá bara fegurðina í fossinum og sá framtíðina að það gengi nú ekki fyrir að virkja Gullfoss. En hvernig væri Ísland þjóð í dag ef við ættum ekki Gullfoss? Og síðan nú spyr ég hvernig getur menntun og upplýsingar unnið í þágu náttúruverndar? Og þá kemur mér í huga orðin að Guðmundar Páls sem hann segir að þú verndar aðeins það sem þú elskar og þú elskar aðeins það sem þú þekkir og þú þekkir aðeins það sem þér kennt. Og þetta segir okkur það að þekking og upplýsingar eru grunnurinn að náttúruvernd og fáfræði þá hist á móti. Og í grein sinni Íslandssafn, hann skrifaði mikið Íslandssafn, hann var mjög metnaðargjarn náttúruna og vildi að hér yrði reist Íslandssafn og skrifaði þó nokkuð það sem mjög áhugaverð skrif. Og þar segir hann meðal annars að okkur bráðvanti sérstaka uppeldisstofnun á sviði náttúru og vísinda og umhverfismála, að í íslenskum háskólum sé boðið upp á nám í hagfræði, viðskipta og stjórnmálafræði, án þess að þessi fræði sé tengd undirstöðin í hagkerfi náttúrunnar og náttúruferlum. Og hvorki hagfræðingar né verkfræðingar þurfi undirstöðumenntun í vistfræði þótt aðal viðfangsefni hagkerfisins sé höfuðstóll náttúrunnar. Og hann tekur sterkt til orða og segir að þetta fálæti gagnvart náttúrunni bæði hér á landi og í hagkerfum heims hafa ekki aðeins orsaka efnahagshrun á heimsvísu, heldur sé einnig hvatinn að hlýnun jarðar, mengunar og dvínandi gæðum. Þannig að hann segir að bara Íslandssafn safnið sem bara vitnar þjóðina sem hér býr, þjóðina sem virðir og ann íslensku náttúru og móðu jörð. Og Íslandssafn þá að vera vitnisburð það hvers mikils við metum landið og verður ávallt þeirra sem það skuli erfa og einnig okkar vegna þess að við Ísland, andlega, líkamlega og fyrir flest okkar endanlega.
Þannig að það margt sem hann skrifaði áhugavert náttúruminjasafnið. Og næsta spurning, ég hef skrifað hérna spurningu hjá mér og það er hvort að þjóðin, hvort hún sé ólæs á eigin náttúru. En hlutfall villtra svæða í Evrópu sem kalla má ósnortin víðerni eru 1%. Og þar af eru 43% á Íslandi. Sem sagt, víðerni Íslands eru einstaka heimsmæli kvarða og þarnast verndar, bæði náttúrunnar vegna og okkar sjálfra. Og í anda sjálfbærni markmiða Sameinuðu þjóðanna þá höfum við ekki leyfi til að ráðskast með óspillta náttúru, heldur ber okkur að varðveita hana fyrir kynslóðir framtíðarinnar og ekki bara á Íslandi, heldur allan heim. Og það stundum eins og okkur skortir svona undrun og aðdáun á hversu náttúran einstök og hversu einstakt það að landi, það stendur á 2 jarðflögum og að heitireiturinn hann undir hálendinu en það ekkert land í heiminum sem hefur bæði með heitareitin og á jarðflögum. Og okkur skortir líka bara svona undir á því hversu háhitasvæðin eru sérstök og jöklarnir og jökulárnar sem renna út í sjóinn og þær fæða lífríki við strendur landsins og þess vegna erum við með gjöful fiskimið. Og það eins og okkur skortir skilning á því að laxinn sé fyrir sín heimastöður árlega hafa nokkuð þúsund árum þróa með sér einstök skilningavitt að rata alltaf heim á sínar uppeldisstöðvar í Íslands og laxveiðum. Og annað, og hvað með kríuna sem flýgur til Íslands á hverju vori alla leið frá Suður Afríku til að verpa einu eggi á Íslandi og þarf að finna sér nýtt varpland vegna þess að það þarf að stækka golfvöllinn á Álftanesi. Og mér minnistætt átt að setja vatnsaflsvirkjun við Eyjabakka og þá sagði þáverandi umhverfisráð aðspurð að heiðagæsurnar sem þar vertu, þar gætu bara farið til Grænlands. Þannig að þetta svona sýnir kannski viðhorfi hérna gagnvart bara náttúru Íslands og það líka eins og okkur skorti skilning á því að við deilum fósturjörðinni með dýrategundir sem voru hingað komin löngu áður en fyrstu landnámsmennirnir komu. Eins og heimskautarefnum sem nam hér land löngu á undan mönnunum og við deilum Íslandi með sjávarspendýrum. Og landið eitt mikilvægasta varpland fugla í heiminum og sjófuglabyggðir við strendur Íslands eru með þeim stærstu í heimi. Þannig að við erum mjög mikilvægt land fyrir öll þessi dýr sem að deila þessu landi með okkur. Og það eins og okkur vanti skilning á mikilvægi íslenska vistkerfa og einhver kemur að loftslags- og náttúruvernd og þessu þarf að breyta. Og umræðan hálendisþjóðgarð sem fór fram á síðasta ári hún var óvægin og hún var mjög andsnúin náttúrunni svo furðu sætir. Og það var mikið talað öfgamenn, þeir sem vildu vernda náttúruna væru miklu öfgamenn. En ég svona fletti þessu upp að á Íslandi eru 3 þjóðgarðar og 122 friðlönd. En í Noregi, sem ég held að sé 3 sem starfinn við, og það búa hátt í 6 milljónir manna, þeir eru 47 þjóðgarða og 3000 friðlönd. Þannig að Norðmenn, samkvæmt okkar skilgreiningu, hljóta að vera miklir öfgamenn. Og þá ætla ég aðeins að tala náttúruminjasafnið. Að þegar að þessi skemmtilega mynd að steypireið sem núna aðal eða krúnudjásnið í náttúruminjasafninu í London. Steypireiður og við eigum einn slíkan hérna á Íslandi. Ég setti þess að mynd upp, það skemmtilegt að sjá bara hvað hann stór og flottur. En aftur af náttúruminjasafninu, þegar litið yfir húsnæðismál náttúruminjasafnsins, þá augljóst að tilverið þess hefur á hverjum tíma verið háð duttlungum stjórnmálamanna og stundum embættismanna. Og safnið var lengst af með aðstöðu á Hverfisgötu í safnahúsinu en varð frá að hverfa vegna þrengsla. Og frá þeim tíma hefur safnið ekki verið með eiginlegar höfuðstöðvar en fékk loks sýningar aðstöðu í Perlunni árið 2015 til 15 ára. Og það sé nú sýningin vatnið sem hefur vakið mikla athygli og verðskuldaða. Og eins og ég segi, þegar að litið til sögu safnsins sést að það hefur aldrei verið í forgangslista stjórnmálamanna sem hafa komist upp með að lofa fjármagni til safnsins
og hafa ekki goldið þess að svíkja til lofvörð. En hann Guðmundur Páll Ólafsson, hann sagði bara einfaldlega að þjóðin hafi nú valið sér fjörmarga þingmenn sem hafi verið ólæsir á náttúruna. Og það bara táknrænt fyrir að tilfinningalega tómarum gagnvart umhverfismálum að með náttúruminjasafnið. Sama tímarúmi og húsnæði og varðveislumál safnsins voru í sem mestum óleystri vegna fjársveltis gagnvart safninu. Og þá ríkti mikið góðæri á Íslandi sem síðar átti eftir að enda með kollsteypu á hausti 2008. Og svona, það bera ekki saman að á árunum þegar bygging Kárahnjúkavirkjunar stóð, þá eyðilegðist hluti safnkostis vegna vatnsleka. En safnið var þá til húsa á Hlemmi, held ég upp á 4. hæð, mjög lélegan húskost og ég held að geirfuglinn hafi bara rétt sloppið. Og á sama tíma þá fóru 100 fossar undir Hálslón og afleiðingar þeirri stíflugerð að miðhálendið muni fylgja okkur eins og skuggjum alla framtíð bæði undirmeðvitund og raunveruleika. Svo mikla eyðilegging sem átti sér þar á stærsta ósnorta víðerni Evrópu. Og þannig var staðan að í stað þess að safnið gæti ekki sýnt skyldu sinni að standa vörð íslenska náttúru, þá var það ekki í stöðu til að standa sinn eigin safnkost. Og einn furðulegasta uppákoma var þetta afskipti stjórnmálamanna safninu, það var þegar Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, þáverandi forsætisráðherra, hann lýsti því yfir á kjördæmaþingi Framsóknarflokksins í Hallormsstað haustið 2014 að beinagrind steypireyðarinnar, nú ætla ég að sýna ykkur hana, steypireyður sem við eigum sem sagt svona steypireið eins og þessa, hún rak á land í Skaga. Þannig að, en hann lýsti því yfir á Framsóknarþingi í atkvæðaveiðum að hún yrði varðveitt steypirinn á Hvalasafni í Húsavík. En forsaga málsins að samkvæmt ríkisstjórnarsamþykkt frá 2010 ákvað mennta- og umhverfisráðuneytið í samvinnu við Náttúrufræðistofnun og Náttúrusafnið hvar beinagrindi skyldi varðveitt. En það eitt og sér að hafa skoðanir á hver ákveðin safnaminni skuli geymdir, það hlýtur nú vekja spurningar hvort stjórnmálamenn eigi yfir höfuð að hafa vald til að taka slíkar ákvarðanir þvert á faglega ráðgjöf náttúrufræðinga og þeirra sem starfa á söfnum. Og þessi hringlanda háttum með beinsteypirinn, þetta endurspeglar enn og aftur áhugaleysi stjórnmálamanna á náttúruminjasafninu allt frá upphafi og einnig skilningsleysi og hlutverk og mikilvægi safnsins sem eitt af 3 höfuðsöfnum þjóðarinnar. Vegna þess að steypireyðurinn á að vera krúnudjásn okkar og hann þarf bara að fá að vera við kannski eigum ekki safnahús ennþá, en það heldur ekki á Húsavík. En við eigum að nefna steypir. Þessi steypireyður yfir 100 ára gamall. Okkar bara síðan 2010, þannig að hver veit í framtíðinni hvar hann fær inni. Já, og ég að því ég að tala steypirinn, þá til samanburðar, þá þegar þeir settu steypireyðin upp í Náttúruminjasafninu í London, þá skiptu þeir út afsteypu af beinagrind af risaeðlu sem hafði verið til sýnis í 35 ár og var lykilgripur safnsins. Og breytingi var rökstudd með þeim orðum að þetta væri mikilvæg og nauðsynleg breyting í því að steypireyður væri stærsta dýrategund á jörðinni og minnir fólk á hversu mikla ábyrgð maðurinn ber gagnvart jörðinni. En víkjum nú að því hvað geta söfn gert varðandi loftslagsbreytingar. Og þá fór ég aðeins að kíkja út fyrir landsteinana og það áhugavert að í Ástralíu fyrir 10 árum síðan, þá voru kynntu í ástralsk yfirvöld aðgerðaáætlun sem þau nefndu á ensku Hot Science Global Citizens og það var kynnt stefnuyfirlýsing í 9 atriðum fyrir söfn og vísindasetur til að vinna að vitundarvakningu og aðgerðum gegn loftslagsbreytingum. Og þar var lögð áhersla á að söfn og vísindasetur og það verið að tala öll söfn, við tölum bæði menningarsöfn, listasöfn, náttúruminjasöfn, að þau vinni þvert á sína kjarnastarfsemi saman að framtíða sín varðandi loftslagsmál, hvernig þau eiga að birtast á söfnum og að þau hafni skammtímalausnum og það var einmitt sérstaklega varað við stjórnmálamönnum, þeim kemur nokkuð staðar að og að söfn verði þekkingasetur nýra hugmyndafræði líf á jörðu 2050. Og það herjað áhersla á loftslagsbreytingar, þær hafa ólíka merkingu fyrir ólíkt fólk, hvort sem ræða umhverfismál, hagvist, útrýmdu tegunda eða annar og það mikil áskorun að höfða til ólíkra hópa.
ríkra, fátaka, fólk sem hagsmuni ekki. Og það þarf að fá fólk til að vinna saman að markmið þrátt fyrir ólíka bakgrunn. Og söfn voru hvött til þess að finna sér nýja bandamenn og nýja samstarfsaðila og hugsa út fyrir hefðbundið safnastarf, endurhugsa hvernig loftslagsbreytingar, vísindi og menning tengjast innbyrðis og finna leið til að innleiða umhverfismál og loftslagsbreytingar í öll söfn en ekki bara umhverfis- og vísindasöfn. Og það mælt með að rífa niður múra milli fræðasviða. Almenningur fái tækifæri til að vera þátttakendur á sýningum loftslagsbreytingar, auk vísindamanna. Og að söfn geti verið breytingarafl og haft áhrif á pólitíska umræðu, brú milli almennings og stjórnvalda og komið í veg fyrir að loftslagsmál séu notuð í pólitísku tilgangi. Og það lagð áherslu á söfn höfðir ungs fólks og það þarf að tryggja að sýningar loftslagsmál séu byggðar á vísindalegu staðreyndum en fáfræði versti óvinur umhverfisins. Leggja áherslu á sýningar byggðar á frásögnum úr raunheimum á auðskiljanlegan hátt og sýning þarf einnig að höfða til innsæis og það hins félagslega, sögulega og náttúrulega. Og bara til tilfinningarna eins og mikið eins og hann talaði Guðmundur Páll og líka Páll Skúlason. Og það þarf að gefa listinni lausan tauminn því listin getur verið 10 árum á undan samtímanum og samkvæmt Bill McKibben sem þekktasti baráttumaður í umhverfismálum. Það ekki hægt að fá fólk til að gangi í samtöku eða hreyfingar með súlir í deina vopni. Það þarf að höfða til skynfærana eins og tónlist, dans, myndlist og öllu sem virkar hægra heilakvelið eða höfða til tilfinninga. Því hugurinn fylgir alltaf hjartanu og að loftslagsmál komi öllu við, söfnum, vísindasett, listasöfn, það þurfa allir að taka saman. Og síðan skoða ég hvað frændur okkar Norðmenn sem eru svo duglegir að gera þjóðgarða og eiga mörg náttúruminjasöfn og þeirra náttúruminjasöfn 200 ára gamalt og í nánu samstarfi við Háskólann í Oslo. Og það sem þeir gerðu í Oslo fyrir 2 árum að þá byggðu þeir safn sem þeir kalla klímahúset eða ég veit ekki hvað þetta kalla safn eða bara sýningarhús á lóðinni hjá safninu, sérstaklega ætt á ungu fólki. Og þetta timburhús byggt í garðinum hjá safninu sem þetta klímahúset og það byggt á umhverfisvænan hátt. Það notast við sólarorku og það allt umhverfisvænt þarna inni. Og vettvangur fyrir ungt fólk að ræða loftslagsmál. Og þetta hús framtíðarinnar, þarna eru gagnvirkar sýningar. Þarna að einfaldan hátt útskýrt hvernig mannanna verk getur bæði dregið úr áhrifum og valdið loftslagssýnum. Og hvatinn að byggingu þessu hús, það var að vekja upp eldmóð meðal ungra Norðmanna gagnvart loftslagsmálum og skapa vettvang fyrir þá til þess að koma saman og berast gegn þessu vá. Og gestir þurfa að fara í gegnum sýninguna og þurfa að spyrja hvert þitt hlutverk í baráttunni gegn loftslagsbreytingum, spurning sem gerir sýningargestin þáttakanda í sýningunni og þarf að svara ákveðnum spurningum. Og þarna leitt fyrir sjónir bráðnu suðurskautsins, útdauði býflugna, ofsafengi veður, en sjónum einnig beint að lausnum. Og gestinu fær að koma með tillögur hvað þeir getur sjálfur lagt til lausn vandans eða tekið þátt í einhvers konar viðburðum tengdum loftslagsmálum. Og gesturinn hann yfirgefur sýninguna með ákveðið verkfæri á höndum hvert framlag hans gæti verið til að vinna gegn loftslagsbreytingum. Og þetta í rauninni svo frábært hús sem bara kynna sér þetta og þetta eitthvað sem mjög einfalt og ég held að þetta sé eitthvað mjög einfalt að innleiða hér á Íslandi og út allt land. Og eins og kemur hérna fram hjá mér í ritgerðinni þá alltaf verið hvetja til að öll söfn og við eigum hvílíkan fjölda af flottum söfnum út á landi og sérstaklega byggðasöfnum sem eru svona kannski undirstaðan í söfnum út á landi. Þannig að húsið svo klímahúsið hægt að svona einhverja útgáfa því ekki mjög flókið að koma fram eða koma á. En klímahúsið þeir segja það, þetta hús framtíðarinnar og þetta þeirra framlag og bara mjög flott sko. En mér langar bara að nefna að ég að tala loftslagsmál og söfn, að langar mig að nefna á Íslandi. Það hefur nú alveg ýmislegt verið gert gott á söfnum. Það kannski eina sem ég myndi kannski segja að söfn mættu kannski vera eða listamenn oft djarfari að taka afstöðu frekar heldur en að kannski sína landslag sem hefur orðið fyrir bara ónýtt að kannski stíga betur sterkara fram að taka afstöðu með náttúrunni. En ég ætla að nefna sýningu sem stendur yfir í Hafnarborg
og sem ber vinnutitilinn Snert á landslagi og þetta doktorsverkefni Tinnu Gunnarsdóttur og hún beinir sjónum að íslensku landslagi og hún vill að við endurskoðum tengsl okkar manna á jörðinni og fjallar mannöldina, ákveðin eins og ég byrjaði hér í upphafi minns erindis, þetta jarðsögu tímabil sem búum við. Og í sýningarskrána segir að það þurfa að bregðast við þessu risavaxna verkefni frá ólíkum áttum og ólíkum aðferðum, tækjum og tólum, frá vísindum til lista, frá einstaklingu til samfélag. Og þegar kemur að sjálfbæri þróun þurfum við fjölda svara frekar en að leita hinu eina rétta. Og þessi sýning nú í Hafnarborg og kallaði bara beint til mín þegar ég sá erindið. Já, en nú ætla ég að enda þennan fyrirlestur á svo mjög jákvæðum nótum að því nú horfir allt til betri vegar. Að því nú lítur út fyrir að nýtt safnahús Náttúruminjasafnsins verður reist við Safnatröð á Seltjarnarnesi og safnið verður staðsett á einstökum stað vegna nálægðar við líttspillta náttúru sem fágæt í borgarlandinu og við sjáum hérna svarta húsið beint fyrir ofan Svaninn, þetta lágreista, þetta Náttúruminjasafnið og nægt svæði þarna í kring og það sem sagt, nálægð við hafið og lífríki sjávar, óspilt strandlengja, friðland fugla í Bakkatjörn, þar sem 100 fuglategundir hafa ýmis stutta viðkomu eða vetrasetu og það einmitt Bakkatjörn þarna sem fuglarnir eru. Og á strandinni á Seltjarnarnesi þar venja landselir komið sína við strandlengjuna, sunnan og norðamegin og á góðum degi þá má stöku sinni sjá hnúfubaka, háhyrninga og hrefnur. Og þegar horft til suðurs frá Safnatröð, því Safnatröð stendur dálítið hátt uppi húsið, þá blasir við Reykjanesið og Eldfjallaröðin sem nú að vakna eftir 800 ára hvíld. Og Reykjanesskaginn kallast á við Snæfellsnesið til norðurs, þar sem Snæfellsjökull teygir sig tignarlega til himins, vestast á Snæfellsnesinu. Og ekki einungis þetta stórkostlegt útsýni frá safni sem höfuðsafn náttúruminja á Íslandi, heldur verður í raun tíma hægt að fylgjast með breytingum á snjólínu Snæfellsjökuls, en vegna loftslagsbreytinga verður jökullinn væntanlega horfinn árið 2050. Þannig að þetta hægt að horfa þetta frá Náttúruminjasafninu. Hvar í heiminum þetta hægt? Og nálægð við líttspillta náttúru á Nesi opnar á möguleika til að vinna með náttúru utandyra og gefur mikla möguleika útinskennslu fyrir skólabörn. Og helsta ógn við staðsendingu safnsins út frá umhverfislegu sjónarmiði eða náttúrunni sem kannski tákgrænt en stærsta flóð sem sögur fara af Básendaflóðið sem var í janúar 1799 þegar flóðalda, svokallað hamfaraflóð gekk á land á Nesinu og víðar land með þeim afleiðingum að Seltjarnarnesi það bara stóð eftir sem eyja í hafi stund. Og ég ætla að gefa listamanninum Jóhannesi Kjarval loka orðinu í þessu erindi. En það var Kjarval ásamt öðrum frumkvöðum í myndlist. Kjarval dró fram fegur náttúrulandsins heim í stofu í formi málverksins og hann kenndi sínum samtíðamönnum að meta íslenska náttúru. Kjarval hann hafði ríkar skoðanir á borgarlandslagi og hafði mitt hjá sig í kringum þegar var verið að spá í Hábergina og það í anda hans Kjarvals að nýtt safn á Seltjarnarnesi mun njóta óbrotinnar línu í frumfegur íslenska náttúru svo notisju hans eigins orð sem fjallu 1923 100 árum áður en Náttúruminjasafn Íslands mun opna. Ég þakka áheyrnina. Þakka þér fyrir, Andrea. Ég hérna með hljóðnema og þar sem við erum í streymi að þá ef við erum einhverja spurningar eða athugasemdir við erindi Andreu að þá ætla ég að biðja ykkur að rétta upp hönd svo ég geti afhent ykkur hljóðnemann svo að fólkið heima heyri það sem þið segið. Góðan dag, takk fyrir erindið, kærlega, mjög áhugavert og skemmtilegt. Ég aðeins að hugsa steypireyðin
sem Já. að þú nefndir, bara forvitnast stöðuna á honum svona ástandi núna og hvort hann sé þá í eign Náttúruminjasafns Íslands og hvort það sé hugmyndur hann verði settur upp þá á nýju sýningunni eða hvaða svona áform eru í tengslum við framtíð hans. Já, það sem ég náttúrulega vinn ekki hjá Náttúruminjasafninu, en það sem ég held að fari bara vel hann, beinagrindin á Hvalasafninu á Húsavík, þó þeir hafi ekki húsakost til þess að hengja hann upp og gera hann svona flottan. Og hann í rauninni í einhverju langtíma láni þar, steypireyðurinn. Þannig að ég held að Náttúruminjasafnið vonist eftir að fá hann tilbaka. En við sjáum alveg með svona steypireyður, það fer best á því að hann hangi svona í loftinu og þess vegna var lengi hugsað að hann færi í perluna. Þannig ég held að, og það Náttúruminjastofnun sem sé varðveislu náttúrumuna, en þó hann sé sem sagt í sameiginlegri umsjá held ég Náttúruminjastofnunar og safnsins. En ég bara með hugmynd, það nú verið að tala að söfn sé að vinna þvert á fög og annað. Ég held að við eigum ekkert mörg hús sem gætu tekið við steypireyðunum, en ég held að væri kannski flott að setja hann bara inn í listasafn Reykjavíkur við hann niðri bæ Hafnarhúsið. Við erum með svona sal, það geti kannski hengt hann þar upp og haft kannski eina svona, við erum með útibú frá Náttúruminjasafninu, þetta bara hugdækta sem ég hugsaði, en hann núna bara, ég held hann sé, beinin eru verið varðveitt og þannig að það alveg bara framtíðarmúsík hvað verður. Ég vona eftir að maður eftir að sjá hann einhvern tímann. Nú ef það kemur annar steypireyður þá verður hann ennþá betra og ennþá betra líka ef að Húsvíkingar getur bara haldið sínum og það kemur annar, en þetta Hvalreki og reka ekki oft á land. Hverju fleiri? Mér sýnst ekki. Kærar þakkir fyrir, Andrea.